Aronar, jafntefli hérna í fyrstu umferð á Greifavellinum, hvernig er svona tilfinningin? Allt í lagi, jú, við jákvæmt að taka stig hérna. Við vorum náttúrulega konur í fórustu 8 mínútur eftir, þá skorum við 1-0 og maður hefði viljað náttúrulega eins og allir bara landa þessum 3 stigum. Við gerðum það ekki og heilt yfir held ég að úrslitin séu nokkuð sanngjörn. Já, þið komið ansi sterkir inn í seinni hálfleikinn sérstaklega, hvað svona breyttist þarna? Nei, ég tala um að völlurinn var mjög hraður, mun hraðar en þessi gerðigrassi sem við erum á, þannig að við fundum fyrir því uppbytunum og strákarnir voru svona dálítið lengi að finna réttu sendingarnar. Það var mikið af sendingum sem fóru bara allt og langt og fóru bara út af þegar það átti að senda í lappir á mönnum og menn hafði ekki að rekna þetta alveg mér út, það tók svona tíma og svo voru menn aðeins að fljótir fannst mér að leita að úrslitasendingum, þannig að við mistum boltan allt og oft og snemma. Síðar alveg þá lögum við það og menn héldu boltanum betur og fundu menn í lappir og við áttum styttri sendingar, náðum að færa KM aðeins til og náðum smá tökum á þessu fannst mér í góðan tíma. Þannig til að við gefum eftir síðustu 10 eftir að við skorum og ætlum svona kannski að fara að halda fengnum hlut og fjallum kannski full djúpt niður og hættum að pressa upp í leikmennina sem voru boltan og því fór sem fór. Já, það voru 5 nýjir leikmenn sem tóku þátt í hérna í dag, hvernig fannst þeir svona? Hvernig finnst þeir vera að koma inn í þetta? Mjög ánægður með það, allir, þeir eru búin að vera flottir hjá mér í vetur og Norðmenn 2 stóðust upp á því frábærlega. Jakob spilaði sem fyrsta leik í efstu deild og erfiðum útivelli hérna og hann leysti það mjög vel að Hólmi og Luke kemur svo inn á Jói og standa sig vel báðir og ekkert út af það að setja. Ég meina þetta er samvinna 11 leikmanna sem er inn á hverju sinni og Luke lendir 1 á móti 1 og fær enga aðstoð og Þorri fer fram hjá honum og skorar. Það er ekki bara við hann einan sakast í svona máli, við þurfum að liðið þarf að bakka hvor aðra uppi og sérstaklega mætir svona hröðum leikmanni og flinkum eins og Þorra. Já, aðeins að þér persónulega, hefurðu eitthvað heyrt frá KSÍ? Nei, ég er ekki búinn að hringja mig. Er það eitthvað svona sem er spennandi? Nei, ég hef ekkert búinn að velta þess fyrir mér og ég hef ekkert búinn að því að það hringdi mig þannig að ég er alveg sallarólur ánægður í KR og ætla bara að vera í KR. Okay, takk fyrir.